Góðan daginn. Langar að byrja á því að þakka þeim fyrir að fá tækifæri til að segja örlítið frá því sem við höfum verið að gera í fyrirtækinu Norðlenska og auðvitað nýt ég tækifæri í leiðinni og segi frá fyrirtækinu sjálfu, ekki bara hvað við höfum verið að gera í okkar upplýsingakerfum. En ég er framleiðslustjóri eins og kom fram hérna áðan. Ég var aðeins búinn að segja frá sjálfum mér en hún náði að gera það hérna aðeins á milli. En kannski örlítið að minn ferill í sambandi við upplýsingakerfi sem að hófst svona einhverju viti 1993, þá fór ég á heimsótti Hug. Þeir voru að selja þá upplýsingakerfi sem heitir Concord og ég átti að hitta þar sölumann. Hann forfallaðist á síðustu stundu og ég hitti þar forritara. Það var alveg hræðilegt. En hann heillaði mig upp úr skónum á því að það væri hægt að gera upplýsingakerfi mjög skemmtilegi fyrirtækjum. Og ég fór út með það frá honum að það væri skynsamlegt að kaupa þetta kerfi. Við vorum að fara að innleiða á skynnaðinaði sem vann hjá þá nýtt kerfi. Ég var svo eini af stjórnendum sem hafði trúið að þetta kerfi væri betri en það sem við þurftum að velja um. Þannig að það var einfalt mál að ég, eftir að hafa haft mínar skoðanir ofan á, þá varð ég að eignast kerfið og hef verið svona húgt á þessum upplýsingakerfum með þannig morið komast og þetta hefur verið ákveðin ástríða hjá mér að sjá þau virka og láta kerfin vinna fyrir mig. Nú, ég fyrrverandi framkvæmdastjóri Hugar, sem er núna einn af framkvæmdastjórum Advania, Gunnar Ingimundarson, hann hefur oftar en einu sinni sagt við mig og gerði það á 10. áratug síðustu aldar. Hann sagðist ekki skilja hvernig ég nefndi að vera alltaf í þessu low-tech bransa. Þá var ég í skynnaðinaði, við vorum að vinna úr skinnum. Ég sagði að það væri svo heillandi vegna þess að það væri svo gaman að reyna að gera low-tech að high-tech. En ég sé það reyndar í dag að ég á langt í land þegar maður er búinn að sjá öll þessi ský og annað sem við höfum verið að sjá hérna. En ég byrjaði að vinna fyrir skynnaðina sem verktaki út úr Hug eða Mekka árið 2001 og varð svo starfsmaður félagsins nokkru síðar. Nú, aðeins fyrirtæki örstutt. Fyrirtæki er í eigu bænda. Það eru 540 bændur sem að eiga fyrirtækið og ástörfi í fyrirtækinu eru 185. Við erum með starfsemi hér á Akureyri þar sem við rekum stórgripasláturhús og við rekum kjötvinnslu hérna. Við erum með sláturhús á Húsavík og vinnslu og svo rekum við sláturhús á Höfn í Hornafirði ásamt því að við erum með söluskrifstofu í Reykjavík. Þannig að það er svona vítt og breitt landi sem við erum með starfsemi. Þetta er okkar helstu vörumerki, þannig að þegar þið farið í búðina þá sjálfsögðu horfið við fyrst á þessi merki. Við erum örugglega konið með þetta í appið eftir þetta sem við erum búin að læra hérna í dag, að það sé orðin besta aðferðin til þess að fá fólk til að kaupa. Nú, aðeins stærri fyrirtæki sinns við erum svona með stærri fyrirtækjum hér á Norðurlandi. Við veltum rúmum 4,5 milljörðum í fyrra og eftir mögur ár og erfiða tíma í gegnum hrun og annað slíkt að þá sáum við ágætt ár í fyrra og vorum með hagnaði upp á 291 milljón. Við erum að eiga samskipti við mjög marga þó maður sjái náttúrulega gríðarlega stórar tölur í því sem hefur verið kynnt í dag út allan heim og hvað er margir að koma inn á síður og svoleiðis, að þá erum við í dag í samskiptum ekki auðvitað daglegum við afurðir sem við kaupum bændur af. Við erum að kaupa fyrir 1500 milljónir. Við erum að kaupa hráefni af öðrum fyrir 600, kaupum aðföng og þjónustu fyrir rúma 1200 milljónir og virkir viðskiptavinir eru 1400. Þannig það er ýmislegt, það er mikið í gangi dagsdaglega og það ríður á að við höfum kerfi sem að getur virkað almennilega og skila þeim upplýsingar sem við þurfum þær þegar við þurfum þær. Þetta er aðeins veltan hvernig það hefur verið að þróast og ljósbláu súlurnar eru heildarvelta og innanlandssalan er þessi dökkblá, þannig að við höfum verið að vinna hér ágætlega á innanlandsmarkaðnum undanfarið þrátt fyrir erfiða tíma. Norðlenska er frekar flókið fyrirtæki. Við erum fyrirtæki sem erum að kaupa vörur af bændum. Við þurfum að sjá allan flutning á gripum. Við fáum lifandi hráefni í hús hjá okkur og við erum í rauninni að kaupa afurðirnar af bændunum eftir að við höfum slátrað þeim og vigtað þær þar. Það eru í fyrra þá voru 618 bændur sem við höfum samskipti við eða keyptum afurðir af. Þurfum að standa skil á öllu gagnvart því. Við seljum að jafnaði 1000 vörunúmer á ári og svona daglega eru ca. 400 vörunúmer sem við seljum hjá okkur. Á síðasta ári gerðum við yfir 100.000 reikninga. Þannig að þetta er ekkert eitthvað sem við höldum utan bara með blað og penna eins og eðlilegt er
og við höfum verið að nota hjá okkur kerfi sem heitir Concorde. Þetta nú orðið eins og liggur við Ford bíll í dag ef við getum hort á það þannig. Concorde var að koma hér á landi og var farið að selja hann upp úr 1990, þannig að það er búið að vera að nota þetta kerfi hér á landi í 20 ár. En við keyrum, þetta er mjög stabílt kerfi, við keyrum á Oracle gagnagrunni, en það sem hefur gert það að svona kerfi eins og þetta lifir að mínu viti, það öðlaðist framhaldslíf upp úr aldamótum þegar við fórum að geta tekið gögn yfir í svokallaða teninga eða pivottöflur og við vinnum allt hjá okkur, alla gagnavinnslu í teningum sem í Excel. Hvers vegna höfum við ekki valið Excel frekar en einhver önnur aðra miðla eða önnur forrit til þess að nota það vegna þess að Excelin í fyrsta lagi þá eigum við kerfið, við þurfum ekki að kaupa það. Þetta fylgir með þessu gríðarlega öflugu gagnatól fylgja með í Excelnum og það eru flest allir sem þekkja viðmótið og hafa þekkt það lengi þannig að fólk er fljótt að læra á þetta. En þangað hefum við fært all okkar gagnavinnslu. Nú kerfið er keyrt á Oracle gagnagrunni sem er stöðugur og það skiptir gríðarlegu máli að vera með stöðugt kerfi sem ekki fer niður því að það er fljótt að segja til sín í sölu og annað slíkt hjá okkur. Þó að ég sé að lýsa því og segi frá því að kerfið okkar og við erum ánægðir með og það sé gott, þá er það þó þannig að við tökum líka þátt í þróuninni. Við vorum búin að taka ákvörðun árið fyrir hrun að skipta yfir í Microsoft Dynamics AX og ætluðum okkur að hella okkur út í það en slóum því á frest eins og mörgum fjárfestingum þegar hrunið varð, en við erum að komast fyrir vind aftur, þannig að við erum nú komin á fulla ferð að undirbúa okkur og ráðgerum að setja í gang nýtt kerfi 1. mars á næsta ári, það er að segja Dynamics AX, og erum mjög spenntir að fara að hefja þá vinnu, en leiðir svona smá kvíðanútur í maganum því að við vitum í sjálfu sér hvað býður okkur þegar við erum búin að innleiða svona kerfi áður. En ég ætla aðeins að fjalla upplýsingakerfið og ferilinn sem innandyra hjá okkur og svolítið að segja ykkur frá því hvernig við höfum nálgast þetta hjá okkur. Það skiptir náttúrulega gríðarlegu máli að svona kerfi virki vel og okkar markmið er að geta séð allar upplýsingar reksturinn, allt sem að gerast hjá okkur í rekstrinum, hvenær sem og í raun hvar sem Við erum ekki komin með þetta ennþá í snjallsíma eða slíkt, en við erum með þetta í fartölunum og getum alltaf lokað okkur inn hvar sem og fylgst með lykiltölum á því sem að gerast eins og í sýningur á eftir. Ég set þarna á eftir síðast í punkturinn hjá mér leti. Ég hef nú stundur sagt að ég sé mátulega latur vegna þess að ég leita alltaf leiða til þess að gera sama hlutin ekki aftur og ég geti sótt hann á eins einfaldan hátt eins og kostur og nýta þar af leiðandi upplýsingakerfin sem við höfum yfir að ráða til þess að miðla upplýsingunum sem hraðast og best til okkar. Það er fljótt að segja til sín ef maður þarf að vinna hálftíma á dag við eitthvað ákveðið verk og gera það jafnvel alla daga vikunnar, það er fljótt að telja í mörgum tímum sem maður vildi gjarna losna við og nota eitthvað annað, jafnvel bara vera latur. Nú ferli hjá okkur sem ég ætla að fara yfir hérna í fyrirlestrinum það innandyra hjá okkur, þá það pantanir frá bændum, þeir eru að hringja og segja að gripirnir sínir farin og bráðum vera tilbúnir. Þegar við erum það þarf að vita það með góðum fyrirvara þannig að við getum raðað niður því að við þurfum að sækja og það flutningakerfi sem við erum með út all land að sækja gripina. Nú svo ég tala nú ekki í sauðfjársláturtíðinni þar sem við slátrum 110.000 gripum á 2 mánuðum í okkar 2 sláturhúsum. Þannig að það býsna mikið undirlagt, yfir 2.000 í öðru sláturhúsin á dag og rúmlega 1.000 í hinu. Nú það þarf að fara með innkaup bænda og annarra í gegnum kerfið hjá okkur, þannig að það skilir sér og okkar skuldbindingar við alla sér í lagi. Nú svo það slátrun. Eftir slátrun þá kemur hlutur sem að mörg eða fæst upplýsingakerfi taka á. Þau eru venjulega upplýsingakerfin að horfa til þess að setja hluti saman, vera með framleiðslukerfi í þeim sem við nýtum okkur, en við þurfum að byrja á því að taka gripin í sundur. Við þurfum að hluta á í sundur, þannig að það öfug framleiðsla ef þannig morið komast. Nú svo uppskriftir, sala, afgreiðsla og dreifing. Hér mynd sem að sýnir, auðvitað ekkert allt flækjustífi sem við vinnum við, en þetta svona sýna þá gripi sem við erum að
slátra. Við erum að slátra lömbum, svínum og nautum í okkar sláturhúsum. Þau eru flokkuð eftir tiltölulega flóknu kerfi, fara inn í okkar vinnslu og þau byrjum á að hluta í sundur. Sumt seljum við í heilu, jafnvel, hlutum við sundur og notum svo það efni sem úr því kemur í framhaldsvinnsluvöru sem endar í áleggi, pilsum eða vöðvum sem fólk að taka eða lambahrygg eða hverju sem Nú við keyptum á síðasta ári fyrir 2,5 milljarða vörur og það eru lambakjöt til langstæðst eða 1260 milljónir. Það svo skemmtilegt að við þurfum að kaupa allt á 2 mánuðum eins og ég sagði áðan, aðal sláturtímabilinu. Þannig að það gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að allt birgðakerfið sé vel tengt við öll kerfin hjá okkur og öll framleiðslu og annað slíkt. Nú þegar við pöntir erum að slátra þá fara innkaupin strax inn í kerfið og kostnaðarverð byggt upp á innkaupsverði og því öðrum þeim kostnaði sem fellur á vöruna í sláturhúsinu hjá okkur og við horfum á sláturhús sem kostnaðareiningar í fyrirtækinu. Það eru 3 sláturhús. Við viljum að þau séu rekin, þessar einingar eða þessar deildir séu reknar á nulli þannig að við fáum framleiðina til að koma fram síðar í ferlinu og í sölum. Nú við bætum kostnaði við í sláturhúsinu, til dæmis erum að ræða flutninginn og vinnulaun og annar rekstrakostnað sem og bændur þegar þeir eru að koma með gripina og skiptir náttúrulega gríðarlegu máli. Þetta eru þeirra tekjur að þeir sjá í fljótt hvað kerfi gefur og við erum með það þannig tengt hjá okkur að þeir geta farið inn á vefinn og sé svona 5 til 10 mínútum eftir að gripnum hefur verið slátrað hvað hann var þungur, hvernig hann flokkaðist og hvaða tekjur þeir hafa fengið út úr honum. Og í sauðfjárslátruninni þá geta það gengið skrefi lengra því að þeir sjá nákvæmlega flokkun eins og ég sagði á hverjum einasta grip en þeir geta tekið það yfir í forrit hjá sér, svokallað ættfræðiforrit sem að sjá hvaða lömbin að gefa undan hverju hrút og hverju á. Þannig að þeir geta bara með því að klikka inn á vefnum þá geta þeir fengið þessar upplýsingar og tengt það saman. Nú við þurfum svo að við erum með skil á ýmsu sem að þarf til bændarsamtakana. Í úrbeiningunni eins og ég sagði áðan þá það tiltölulega flókið ferli og við gerum það þannig að við hlutum í sundur stykkin og reynum að horfa á það að hver vöðvi og hver vara sem út úr þessu kemur gefi okkur jafna framlegð. Því það skiptir máli, ég get ekki verið, það ekki séns að við getum verið með sama kostnaðarverð og nautalund annars vegar eða fitu sem við sköfum af þegar við skerum af gripnum af því hann fitur. Þannig við þurfum að setja rétt kostnaðarvirði og það gerum við eftir ákveðnum módelum sem við höfum náð að smíða inn í okkar upplýsingakerfi. Nú við erum með úrbeiningalínur sem við keyptum á sínum tíma frá Marel, þannig að við getum haldið utanum allt sem við gerum í úrbeiningu og við fáum þessar upplýsingar inn í Concord á hverja einustu nóttu og þar af leiðandi erum við að kostnaðarreikna hver einustu vöru nákvæmlega á hverjum einasta morgni hjá okkur þegar þetta fer inn í birgðir. Nú Marel, við vorum fyrstir til þess að kaupa svona úrbeiningalínur á Íslandi fyrir 10 árum síðan og reynum í heiminum að hluta til hjá þeim. Voru mjög skemmtilegt verkefni að vinna þetta með þeim. Hér einn miðill sem að fer í gegn með því að halda utan upplýsingar að þá hérna nautalund sem var verið að framleiða í morgun og það kemur fram á þessari lund, það hvergi búið að skrá neitt í kerfið annað heldur en sjálfkrafa inn í upplýsingakerfið og það kemur hvenær gripnum var slátrað, hvenær hann pakkað, rekjanleikanúmer, þá get ég séð hver var að skera þessa lund og svo framvegis bara með því að fara inn í kerfið og slá þessu númer inn og þetta kemur frá hlöðum hérna á Akureyri þessi ákveðna lund og með þessum þegar þessi nautalund fer í sölu frá okkur þá fylgja allar þessar upplýsingar með. Nú uppskriftir eru svo notaðar til þess að vita hvað kostar að gera hver einustu vöru. Að mínu viti þá nærri því óvinnandi vegur, eða það bara óvinnandi vegur að halda utan uppskriftir og kostnaðarverð uppskrifta nema að við séum með svona upplýsingakerfi eins og við erum með, þar sem uppskriftirnar fara inn. Það eru allar þær vörur sem við notum með hverju uppskriftssettarinn. Það vinnuþáttur, það að segja hvað tekur langan tíma að framleiða þetta. Við áætlum þessa vinnu að hluta til og
bara eðlilega því að við getum ekki skráð allt sem við að hverja einustu framleiðslu lotu. Við tökum tékk á vinnuþættinu reglulega og svo í þessu líka að það er svo merkilegt á Íslandi að ef að vara selst ekki stundum í búðum að þá má skilinni og það í rauninni eykur kostnaði verið vöruna hjá okkur að þurfa að taka tilbaka hluta af því sem að stundum vil verða. Þannig við byggjum það inni ásamt flutningi við að koma vöruna á markað. Því við viljum vita þegar við seljum vöruna þá hún komin alla leið til búðarinnar eða neytandans og þetta þarf að vera inn í kerfinu. Inn í okkar kerfi eru 950 uppskriftir og þær eru alltaf lifandi vegna þess að innkaup leið og innkaup kom inn sem breytt kostnaðarvirði, þá breytist kostnaðarvirði endanlegra vöru. Þannig við erum alltaf pottettir á því að við séum að vinna á réttum kostnaðarverðum. Nú, eins og ég sagði hérna áðan þá kom ég frá fyrirrennara Advania 2001 inn í Norðlenska. Við höfðum skamman tíma til þess að byggja kerfið upp. Það hefði verið í talsverðu lamasessi og þáverandi framkvæmdastjóri hann hringdi í mig þegar hann var rétt búið að ráða hann og kvartaði mikið í kerfinu. Hann hélt að Hugur eða Mekka hefði umsjón með því af öllu leyti en það reyndist ekki rétt. Ég gat sagt honum að allt sem hann sagði hvað kerfið væri lélegt væri rétt nema bara það eina að við vorum ekki þeir sem höfðum með að gera. En ég bauð honum að við skildum taka það að okkur að byggja það upp og gerðum það á skömmum tíma. Það voru allir sem voru alveg með það á hreinu og sögðu mér það að það ekki séns að koma uppskriftum í kjötvinnslufyrirtæki inn í svona kerfi, hvað þá að láta það vinna og ég ætla ekki að tala að halda utan birgðir. Þannig að en það tókst hjá okkur. Nú uppskriftir hjá okkur þær eru eftir þessa vinnu að setja þær inn að þá náttúrulega erum við mjög öruggir á því sem við erum að gera. Nú þar eru bókaðar í uppskriftir rýrnun og annað slíkt sem gefur okkur möguleika á því að sjá af því að við erum með launin inni að þá tökum við þetta tengist fjárhagsbókhaldi, þá skoðum við greidd laun versus laun sem að fara í birgðir og þar hefur okkur gengið vel að samræma þetta þannig að til dæmis á síðasta ári greiddum við framleiðslulaun upp á 710 milljónir en inn í birgðakaflan fór hjá okkur rétt það bil 710 milljónir þannig að það var 114.000 króna munur sem svona eiginlega ekki hægt. Með því að hafa uppskriftir inni líka þá býður upplýsingakerfið upp og það að við getum séð hvar við erum að nota ákveðna vöru sem að flýtir því þegar við þurfum að reikna út efnisþarfa kostnað og efnisþörf hjá okkur fyrir næstu mánuði og þetta gríðarlega mikilvægt í stóru og flóknu fyrirtæki eins og hjá okkur. Síðasti hlutin í ferlinu það að sölumenn okkar eru úti með litla í rauninni snjallsíma því að þetta orðnir símar sem að þeir skanna inn vörurnar okkar í búðunum og þeir senda okkur pantanirna svoleiðis inn og það svo þegar við erum að taka til inn í okkar afgreiðslum, bara tekið lítið mynd af starfsmanni hérna hjá okkur, þá erum við armtölfur sem við sjáum hendina á honum hérna. Þetta í rauninni PC-tölva og það skanni sem hann með við fingurinn þannig að þegar þau eru að taka til vörur þá skannaði vörurnar alveg eins og gert í búðum þegar þeir eru að afgreiða þar yfir og þau hafa báðar hendur til að vinna með af því að PC-tölvan svona lítil. Í raun eru þau alltaf að vinna þráðlaust á innra skíinu okkar, intranetinu bara sem við erum með og þeir eru alltaf inni í kerfinu okkar. Hér pöntunarlisti sem kemur út úr kerfinu og þið sjáuð eflaust lítið hvað en til þess að minnka það og við þolum ekki, ég þoli það ekki að menn þurfa að skrá neitt með fingurunum eða eins lítið eins og kostur að þá þegar þau nota þessa armtölu þá þurfa einungis að skanna upp í horninu strikamerki til að fara inn í pöntunina, þá kemur hún svona röðuð upp fyrir þau og þetta eins og við röðum á lagernum hjá okkur þannig að þau löpa alltaf sömu leið í gegn og skanna inn hverja vöru fyrir sig. Þegar að endingu komið og þau eru tilbúin og búið að pakka vörunni þá þarf bara að skanna hér inn reikningur og þá reikningurinn gerður, yfirleitt prentum við þá ekki út því að þeir eru sendir í EDI eða þá prentar út mánaðarlega fyrir okkar viðskiptavini. Mér sýnist ég vera að fara að synga upp á tíman, allavega að fara að nálgast það. En almennt eins og ég segi erum við ekki að prenta þetta út. Nú þetta nær svo lengra því að við erum allar upplýsingar þetta, það inn í kerfinu hjá okkur hvernig flutningsaðilinn sem landflutningar hjá okkur flytur vöruna
og hvernig þeir keyra hann út í Reykjavík, hvað fyrir hvaða bíla, og þetta merkist vörunni ásamt því að nú er farið að merkja hvern einasta kassa sem að þeir skanna í rauninni inn hjá sér eftir að við sendum rafrænt allar upplýsingar. Nú birgðir eru mikilvægar eins og ég sagði áðan. Hér er skemmtilegt línuritt sem að sýnir hvaða birgðir eru hjá okkur. Það er að sveiflast alveg frá 1500 milljónum og niður í 300 á árinu því við þurfum að kaupa svo mikið. Þannig að það skiptir máli að það sé gríðarlegur agi sem við notum þegar við erum að fara inn í þessi kerfi og erum að skrá í þau. Og það er með þetta eins og allt annað að umgengnin er gríðarlega mikilvæg og ef þetta er ekki rétt gert þá er bara rusl inn, rusl út. Ef við göngum ekki vel þetta að þá er alveg á hreinu að við fáum bara rusl út. Birgðatalningar eru mikilvægar hjá okkur og það eru oft talað frávik í birgðatalningum og sumir umgangast það mjög léttvægt. Mér er ekkert illa í frávik, ég þoli þau bara ekki. Og þetta hafa þeir sem að vinna með mér skilið og skynjað undanfarin ár. Ég hef talað áðan úttæki í kerfinu, það er bara efni í annan fyrirlestur, en þar erum við að nýta okkur og erum að vinna í rauninni með því að samtvinna Excelin og það er skref sem að við tókum á sínu tíma og er í rauninni að mínu viti mjög gott því að við höfum með því náð kannski að vera á svipuðu róli eins og Microsoft hefur séð að samtvinna sín kerfi því að þegar við förum yfir Dynamics X þá verður enn einfaldara fyrir okkur að taka úttaks-hlutann í notkun. Nú ég ætla að tala aðeins þetta er bara að sýna hvað förgunarkostnaður hefur aukist hjá okkur, upplýsingakerfi er alltaf að sýna okkur, við erum að halda utan þetta og þetta hefur leitt til þess að við fórum að hugsa það hvað getum við gert við það sem við þurfum að farga, minnkað og það var til þess að ég fékk hugmynd það ræddi við Landgræðsluna og á Húsavík. Við erum að bera á hluta af þeim gór sem kemur innan úr gripunum þegar þetta er slátrað og hér sjáum við árangur af landgræðslu sem við höfum tekið á okkur. Þarna voru melar og eftir 4 ár lítur þetta svona út. Nú fyrirtækið sem við eigum sem heitir Icelandic Byproducts, við fórum að sjá hvað kostnaður mikill við förgun á þessu, bara aðeins að sýna hvar við vinnum, að við vinnum vambir og garnir, það hefur verið svolítið fjallað undanfarið, en þarna enda vambirnar okkar. Það eru konunni í Ghana sem að halda á þeim, það eru engir farsímar eða snjallsímar þarna, þær eru sendar til að kaupa þetta og svo er þetta notað í súpur þessi vara og þetta er flutningamátinn sem þær nota, það eru 10 kíló á hverjum kassa. Mennirnir eru á svipar á hæð og ég. Þessi hún náði að setja 7. kassa núna. Að lokum aðeins, ég fá að synga í 2 mínútur, það þarf þolinmæði til að koma upp góðu upplýsingakerfi. Það má aldrei missa sjónir af því hvert við erum að fara, lykilatriði er allir rói í sömu átt. Við höfum haft góðu fólki á að skipa, við höfum verið að vinna með Advania hug fyrirrennum og það er mjög gott fólk hér á Akureyri, það get ég fullyrt og það skiptir miklu máli að hafa aðgang á svoleiðis. Við þurfum að vita þegar við erum að setja upp upplýsingakerfi hvert við erum að fara, förum í rétt átt, en það þarf líka að vera til leikvöllur þannig við vitum hvar markið er og hvernig við ætlum að skora. Ef við höfum ekki nein mörk á vellinum, þá er ekkert gaman að spila þarna, allavega finnst mér það ekki. Að lokum þetta, ég seti oft upp þessa glæru, hún minnir mig alltaf á ákveðna hluti, þegar við erum að setja upp upplýsingakerfi og þegar við erum að hugsa, höfum við það einfalt. Þetta lærði ég fyrir margt löngu þegar ég var í námi, þetta er úr ensku og því er bara einfallega hlutir sem maður alltaf að huga, keep it simple, sir. Við skulum hafa einfalt þangað sem við fara og notum kerfin og gerum hlutina ekki á flókna. Takk fyrir mig.